áhorfendur, velkomin í Kokkasögur með Gissa, þar sem að veitingageirin verður til umræðu. Við munum bjóða fagfólki og leikmönnum að mæta í þáttinn til að taka þátt í umræðinni, ræða málin, segja sögur úr geirónum og segja sínar skoðanir á hvert stefnir. Í dag eru hjá okkur tveir góðir gestir, báðir fagmenn sem láta til sín taka á vettvangi þjónustunnar og rekstur veitingahúsa. Tómas Kristjánsson, forseti Barþjónaklúbbs Íslands og mikill dugnaðarforkur í framleiðslufaginu. Og Andri Davíð Pétursson, framreiðslumeistari, það er eins gott að hafa það rétt, með meiru sem hefur getið sér gott orð í barþjónakeppnum. Í þessum þætti ætlum við að ræða þjóninn og hans starf, er koktelæði á Íslandi og svo fáum við strákana til að segja okkur einhverja sögur. Velkomnir. Takk fyrir kærlega. Hafa nú allir farið á barinn, einhvern tímann á lífsleiðinni, eða veitingahús, sumir meira en aðrir, en allir upplifa það sama, það er að hitta þjóninn eða barþjóninn. Upplifin getur verið misjöfn, allt eftir því hvernig við sjálf sem gestir erum upplögð og líka hvernig þjónninn er. Er hann í góðskapi eða hann í slæmuskapi? Nákvæmlega. Svo, Tómas, þjónustu hlutverkið, segðu okkur aðeins frá því. Þjónustu hlutverkið það náttúrulega skiptir öllu máli raun og veru fyrir gestinn, hvað í raun og veru, eins og þú segir, þegar hann kemur inn á staðinn í hvernig skapi hann er og í raun og veru hvernig við getum þá tækla það. Mætirðu stundum í slæmuskapi í vinnuna? Já, það kemur alveg fyrir, en þá er líka hitt, gestur getur líka kemur hann í gott skap. Já, nákvæmlega. Og það er raun og veru bara þetta raun og veru, það eru svo, þú veist, engin tveir gestur eru eins. Nei. Og það er svo skemmtilegt í þessu starfi að það er raun og veru að upplifa það hverjum degi, að taka á móti gestunum og í raun og veru allt þetta skapmynstur raun og veru milli gesta. En finnur það stundum þegar þú ert að fara að mæta í vinna og næstu 12 tíma þarftu að vera á vaktinni, erfiður dagur í gær, þarftu svona aðeins að reyna að breyta formina, þannig að þú farir í léttara skap og til að takast á við verkefni dagsins? Já, stundum er það þannig að maður þarf að svona gíra sig aðeins upp í það og svona koma sér í, setja á sig slaufuna, sko. Það er dálítið þannig, sko. En þú, Andri? Ertu alltaf bara rólegur bara? Nei, maður getur alveg verið í vondu skapi og svoleiðis. Þetta er svolítið svona, þú ert svolítið bara eins og leikari, sko. Já. Svona upp að vissu marki. Ég er ekki að segja að þú sért að í einhverju svona, hvað ég segja, hlutverki, með eitthvað handrit af vaktinni þinni, en þetta er einhvern veginn bara svona leiðum að mætir á vaktinni að þá kúplar þau bara í þann gír og tekst á við verkefni dagsins, sko. Hvernig stóð því að þú fórst í þjóninn? Ég byrjaði að vinna sem uppvaskari á stað út í Noregi og svo einhvern veginn bara svona fannst mér þetta voðalega gaman og flutti síðan heim, ég ólst upp semst í Noregi, fór síðan heim og byrjaði að vinna í veitingabrassanum hérna heima. Já. Bara þá var ég 16 ára gamall eða eitthvað. Svo fór ég bara strax eftir 2 ára að læra. Þannig að þú hefur bara fundið þetta í þér og... Já, klálega. Tommi, af hverju fórst þú í þjóninn til dæmis? Ég ætlaði alltaf að fara í kokkinn, sko. Þú ætlaði að fara í kokkinn? Já, það var alltaf... Ertu þá ekki bara að jafnvæg vera báðum? Já, það var alltaf byrjunin, sko, þegar ég fór í þetta. Þegar ég var, 17 ára, og byrjaði, þá sótti ég í matreiðslunni, en aðilinn sem tók móti mér, hann sagði, nei, þú er ekkert að gera inn í eldhús. Komdu bara fram í salinn, sko. Og þar hef ég verið síðan, sko. En það er náttúrulega samt mjög gott að þú hafðir þennan áhuga vegna þess að allavega eins og mér var kennt að það er rosalega gott fyrir kokkinn að fara og vinna frammi og gott fyrir þjóninn að pröfa að upplifa að vinna inn í eldhúsi, en þess að samspil þjóns og kokks er náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir bara veitingarekstur almennt. Já, gríðarlega. Það var ekkert svo eins og þegar ég byrjaði að læra 86 að þá var þetta svona stríð á milli kokka og þjóna og annað slíkt og kokkarnir voru svona dálítið að hendi í þjóninn og annað slíkt, sko. En það hefur breyst rosalega mikið, þetta skiptir rosalega miklu í dag. Þetta samspil og þessi réttaþekkingi á þjónunum, að hann viti nákvæmlega hvað hann er að bera fram og annað slíkt. Það er bæði ofnæmi og fleira sem eru komin upp og það skiptir gríðarlega miklu máli hvað er í. Já, en er ekki þjónninn líka bara farin að gera meira fram í sal fyrir kokkinn? Jú, það líka, sko. Já, einmitt. Alls konar sósur og sem þú þarft að halda heitu inn á bar til að sitja á svona rétt áður en að diskurinn fer fram eða? Jú, það einhver staðar svoleiðis, sko, líka. Já, einmitt. Svo þekkir maður náttúrulega til í stóru veislum að þjónarnir yfirleitt taka þátt í að vilja dekka upp, sko. Já. Þannig að það vantar alltaf fleiri hendur. Já, það vantar alltaf hendurnar, já. Og kokkarnir líka, þeir náttúrulega vilja koma fram í salinn og eru að bera fram matinn og fleira. Þannig að það er
líka þannig heilmikið. En hvernig sérðu þjónustuna hérna á Íslandi svona til framtíða? Nú bara með allan hennar fjölda af ferðamönnum sem að koma, það augljóst að það þarf að taka inn mikið af fólki til að þjóna og það ekki til svona mikið af fagfólki. Mikið langt í frá, sko. Hvernig mun þetta þróast? Ég meina, eigum við eftir að fá fleira ungt fólk til að fara að læra að verða þjónn? Eða eigum við bara eftir að vera að kenna skólakrökkum og bara árlega alltaf nýtt? Já, þú veist, í raun og veru eins og upp í Hótel- og matvælaskóla, það náttúrulega aukning þar í raun og veru. Það aukning, já. Það aukning sem betur fer, sko, og þetta náttúrulega fagið datt aldrei niður eins og bara iðnmenntun almennt, hún hefur aldrei svona erfið upp á pallborðið. En þetta svona, alltaf að koma, en við þurfum alltaf að vera að taka skólakrakka hverju ári og kenna, það verður svolítið, en vonandi náttúrulega mun þetta aukast í skólanum og fleira. Já, einmitt. Og það er gott þegar að ungt fólk farið að taka meistarann líka. Já. Þú tókst meistarann bara, fljótlega eftir að læra þér? Já, ég held að það hafi liðið 2 ára á milli. Kom með svona smá reynslu og... Já, nú var þetta frekar nýtt kerfi hérna á Íslandi að meistarakerfi og þú þurftir að fara í skóla. Já. Eins og við sögðum hérna áður fyrir fékk maður þetta í Sirius-pakkanum. Nákvæmlega. Já, þetta var sem sagt, ég held ég bara annað fyrsta eða annað hollið sem eftir þessar breytingar sem að ég fór. Og ég meina, ástæðan var í raun bara, maður vill, ég bara þannig persóna, maður vill alltaf komast bara á svona hærri stall á því sviði sem maður í sko. Þannig að maður einhvern veginn svona, þetta var bara næsta skrefið í raun og veru, sko. Finnst þér að hjálpa þér í framleiðslunni að hafa tekið meistaranámið? Já, það í raun opnaði svona bak við tjöldin fyrir manni svolítið, sko. En það opnaði líka tækifæri fyrir þér að fara út í rekstur og lærir kannski aðeins meira rekstur, eða ekki? Já, klárlega, og taka náttúrulega bara nema og vera svolítið, setja sig inn í þetta svona læriföðurs hlutverk, sko. En ætti það ekki að sýna þá ungu fólki í dag að fara í þjóninn, læra að verða framleiðslumaður og taka síðan alla leið og verða meistari, að það mun opna fyrir þeir tækifæri að reka þín eigin veitingastaði eða vera yfirmaður á stóru hóteli? Algjörlega. Þannig að það eru framtíða möguleikar fyrir fólki í þjóninum í dag. Ekki nokkuð spurning og þeir eru búnir að betur bæta þetta ná með þá meira, skilst mér, eftir að ég var. Og þetta náttúrulega orðið bara rekstra nám, þú lærir bara í raunum það sem þú þarft að vita til þess að geta reikið gott. Og sem er alltaf ekki svo frábært með þjónin í dag, eða þú veist, þú læra þjónin, að þetta skiptir svo miklu máli. Þetta er ekki bara að bera fram einhverja diska, þetta er svo mikið réttaþekking, þetta er svo mikið fræðsla, vínfræðsla, þú veist að læra svo margt og mannleg samskipti og fleira, sko. Og kunna bara koma fram sem skiptir svo miklu máli, sko. Nákvæmlega. Ég hef svolítið svona lagt áherslu á það hjá mér að vera svolítið svona þekkja mörg svið á bransanum. Ég raun vera með góða þekkingu og svona góðan grunn í öllum vínfræði, barþjónustu og þessu öllu. En við erum að tala um réttarþekkingu, það er að kunna handbragðið og hérna í gamla daga þá voru fötin og það var, verið að bera út. Þetta sér ekki á veitingastöðum lengur. Og þegar þú fer til Barcelona á hvern flotta veitingastaðni við höfnina, þá sér það 1,65 ára koma og hann tekur fiskinn og filerar hann fyrir þig og bara æðislegt, sko. Þú sér þetta ekki hérna. Er þetta að koma aftur? Ég held að þetta sé alltaf að koma aftur. Heldur að ef þetta kemur, verður þetta þá öllum veitingastöðum eins og allt annað sem er á Íslandi? Það passa náttúrulega kannski, ég veit ekki, ef einhver tilengar sér þetta á einhvern hátt. Og þetta verður inn? Það verður inn. Jú, við erum svo sem þekkt fyrir það að ef eitthvað er töff einhvers þar, þá voru allir að gera það, sko. En þetta fer náttúrulega svolítið í hringi. Þetta er rosa flott að fara á veitingastað og svo kemur þjónninn og hann er að flambera fyrir því eða filetera fiskinn fyrir fram að þig og sitta eða ostana og svona. Ég fekk svoleiðis daginn á staðinn. Þetta er svona hluti af upplifinni fyrir okkur sem gestir sem förum á veitingastað. Já, ég með þetta var náttúrulega miklu meiri en eins og var hérna bara fyrir 25 árum síðan eins og í grillinu að þá voru þjónandi fram með flambera og annað slíkt, steikurnar og holtinu og svo holtsvagninn og skera laxinn og tónar hafsins og krepsusett og lera. Men þetta var miklu meira. Ég held þetta eftir að koma aftur einhver leiti, það er einhverjir staðir sem hafa möguleikann á því.
Sem mikilvægt fyrir fagmanninn, en þetta ekki eitthvað sem þú bara getur kennt krökkum úr skólanum, sko. Nei. Þetta ykkar nám náttúrulega byggist upp á að kunna öll þessi fagatriði. Já, já. En það náttúrulega eins og segja, hvort það verið gráhærður eða hvað, ég meina, þú veist, það er svo gaman eins og segir, þegar maður fer ellendis þá sér maður svo mikið af svona eldri þjónum og svona, allir orðnir svona gamlir og með bogi í bakið og svona, en það er ekkert hérna á Íslandi ennþá. Nei, ekki ennþá. Nei, það getur verið að við sæjum þig svona eftir 20 ára. Já, hver veginn, sko. Ég meina, þú veist, það er svo gaman að þessu, menn það fáið, þú veist, menn með raunsluna og þetta er svona ákveðin saga bara. Höfum við ekki alltaf sagt að það er svo gaman að sjá Trausta Víglunds, þessi flotti maður? Já, nákvæmlega. Hann er búinn að þjóna mörgum hérna á Íslandi í gegnum árin. Já, hann er einn af okkar flottastur, sko. Já, nákvæmlega. En segir mér hérna í þjónustunni að það er eitt sem er búið að vera á svona örlítið umræðinu og kemur alltaf upp annars slagið. Við tókum nú eftir því hérna í vetur að einn hótel bæjarins ákveða að tappa vatni á flöskur og selja það og segja við útlendingana að það mætti alls ekki drekka vatni, það væri ekki nóg gott. Hvenær förum við að selja vatn á veitingahúsum? Ég segi það er innan 5 ár. Það er innan 5 ár? Já, ég vil meina það. Og ég meina bara svo að fólk átti sig á því, hvaða rök eru fyrir því? Þetta er náttúrulega bara í rauninni, þú veist, í kringum þetta, náttúrulega, veitingastæður í dag, þú veist, þetta eru ákveðna álögur sem hann þarf að borga bara vaskatt í rauninni. Svo er þetta náttúrulega bara, er þetta glös og vaskkönnur og annars slíkt þjónustæði kringum þetta. En ég meina, ég held að vera alltaf val. Leið og hérna, að þá verður í raun og veru, mun þjónninn í raun og veru bjóða þér upp bara eins og ellendis, þannig að þú viltu tappóter eða vatn úr krananum, eða viltu vatn úr flöskunni. Og þetta fer að, og eins og segi, ég held að sé, það er innan 5 ár. Og þá verður vatni alltaf náttúrulega af krananum aðeins ódýrara heldur en vatnið í flöskunni. Já. Svo held ég líka sko að íslenska vatnið er náttúrulega orðið svo vel markaðsett, bæði ellendis náttúrulega líka, að þeir eru eftir að setja þetta í einhverju svona sexy umbúðum, ég hef sett það svo leiðis. Þetta er allt í svona, við reyndar flottar plastflöskur margar hverjar, sko, en við höfum eftir að sjá eitthvað svona, svolítið veitingahúsavænna. Svona í lítilsflöskur og annað slíkt, sko. Er þið að hugsa svona eins og flöskuna á Voss frá norska vatni til dæmis? Já, til dæmis, sko. Þetta verður áhugavert vegna þess að ég er alveg viss um það að Íslendingar sem munu mæta á veitingahúsin verður nú ekki sáttir við að þurfa að borga fyrir vatnið. En það er mikilvægt að þeir skilji ástæðuna fyrir því að ef að verður farið að rukka fyrir það, hver er ástæðan? Og ég held að flestir viti það að það náttúrulega kostar peninga að kaupa glösin og það þarf að vaska þau upp og það þarf að bera þau fram. Já, ég meina, þú fer bara eins og til London, ég meina, þú kaupir alls stórar í vatn og svo borgar þau vaskatt á veitingastöðum. Já, þannig að... Sem ekki ódýrt í dag. Nei, þú eru mælir bara. Já, nákvæmlega. En hérna, það var nú ónefndur hóteleigandi hérna sem sagði í vetur að hann vildi alls ekki sjá þjórfé verða til á, menn ætti ekki að vera að hugsa þjórfé. Þannig að það var rosa gott að geta sagt að ekki vera þjórfé þegar maður er kannski með milljónum mánuði í laun. En maður veit erlendis frá að þjórfé skipta framleiðslumenn rosa miklu máli. Finnið þið fyrir hérna svona, ég meina, fólk vill gefa þjórfé? Sko, útlendingar, margir hverjir vilja gefa þjórfé og bara, En eru ekki oft svona að segja við, nei, þú þarft þess ekkert? Jú. Á maður ekki vera bara, já, ekkert, bara... Já, bara ekkert mál, ég meina, þú veist, ef það vill, ég meina, þú veist, og það er oft spyr líka, þú veist, á að gefa þjórfé og þá segir maður yfirleitt bara öll þjónusta er innifalinn, en þeir eru velkomin að gefa tips ef það er... Ef þú vilt, já. Ef þú vilt. Já, nákvæmlega. Ef þú vilt borga fyrir góða þjónustu og finnst, já, hafa fengið góða þjónustu, þá náttúrulega líka bara að má ekki verða þannig að útlendingun haldi það að það sé bara dónaskapur að skilja til þjórfé. Það er náttúrulega bara astanlegt. Já, nákvæmlega. En maður veit bara erlendis frá sko að það eru mörgum stöðum þar sem maður ekki gert krafa að borgir þjórfé. Í Noregi til dæmis er ekkert skylda að borga þjórfé. En það gerir það hver einasti maður sem fer á veitingastað. Já, mjög fínt að vinna í Noregi. Þannig að það er bara hluti af kúltúrnum sko. Já, og þeir náttúrulega, þegar þeir koma til Íslands, þá finnst þeim þetta bara mjög eðlilegt að borga þjórfé. En hefurðu möguleika til þess að borga með kreditkorti að geta sett inn tips eða? Það er hægt að fá það svoleiðis hjá Valitor eða þeim, sko, þeir geta sett inn svona auka línu, þannig að það er hægt að gera það, sko. En heldurðu já, nú langar mig að fara þá út í annað, sko, það verðum að tala um þjórfé, en svo ef maður hugsar Ísland sem bara land og ferði út að borða, það er ansi dýrt.
Ég var nú að borða bara í síðustu viku með kanadíska vini mínum sem að fekk sér kjúklingasamloku fyrir 3.300 kall. Og hann sagði bara $33. Þetta er fáið undir $10 í Kanada. Jú. Er ekki verðlagið of dýrt á Íslandi? Þarf það að vera svona dýrt? Sko ég held að verðlagið í Íslandi, það er ekki dýrt og ég meina eins og Reykjavík bara í heild sinni, að koma til Reykjavíkur og bara í höfuðborgina, það er alls ekki dýrt. Það er eiginlega dýrar að fara út á land, að borða út á landi heldur en í Reykjavík. Það er svona að fara mjög stæðrunur, svona maður... Það er svolítið skeri, sko. Svona svolítið skeri, að landsbyggðin er dýrari heldur en höfuðborgin. Mér finnst nú samt höfuðborgin dýr, sko, allavega, sko, ekki allir, sko, en mann verður samt varfi á sumum stöðum. Maður lappar inn og ætlar að fá þér 33 centilítra af bjór og borga fyrir það 1050 kall. Man finnst það ansi blóðugt, sko. Jú, en ég meina, ég var í París daginn og ég meina, ég var að borga, sko, líka 10 eurur eða 11 eurur fyrir bjór þar. Þannig að fyrir svipaða stærða bjór, þannig að við höfum ekki gleyma því við erum náttúrulega bara, þú veist, eins og í Reykjavík, þetta er allt svo dýrt hérna sem allar álögur á okkur líka. Húsaleiga og þú veist, annars þetta er starfsmannakostnaður og fleira. Foodkost, bara allt. En eins og þú segir í París, sko, borga 10 eurur fyrir bjór. Og ég hef nú orðið var við það á flugvellinum og svona meiri túristastöðum. En svo þegar þú ferð í svona bæjarfélögin eða svona út til hliðar, þá er það mikið ódýrara. En þú sjáum við það hér? Er það ódýrara til dæmis að fara? Það er svolítið öfugt hérna, finnst mér. Ég meina það var eitt svona bara núna helgin að það var einhver staðir hérna bara hérna rétt fyrir utan Reykjavík. Hvað var að selja pizzuna 700 krónur dýrara þar heldur en að selja í Reykjavík? Og húsaleigan er náttúrulega ódýrari. Hún ætti að vera það. Starfsmannakostnaðurinn er sami. En ég meina, þú veist, þannig að þetta er svona, maður setur svona spurningamerki við þetta. Og eins líka bara með gistingu og annað slíkt. Eins og útlendingar hafa verið mikið að tala um gistingu út á landi, hún sé raun og verið dýrari heldur en í Reykjavík. Heldur en í Reykjavík, Já, þetta er nú áhugavert, sko. Það væri nú gaman að sjá hvort að samtök ferðaþjónustunnar eða einhver þvílíkir aðilar myndu taka svona samanburða á bara hvernig verðlagið almennt er yfir landið í heild sinni og hvernig það skiptist. Og líka bara miðað við kannski gæðastandarda og annað. Hvað er í boði? Af því að sennilega ég ætla svona í minni byggðunum út á landi að þá er örugglega ekki mikið um þessi faglæri þjónar og faglæri matreiðslumenn og fleira skilur inn í þetta. Það var nú sagt hérna allavega á sínu tíma að það væri ansi blóðugt að þú borgaðir sama verð á veitingastaði í miðbænum þar sem var engin fagmaður og þú borgaðir upp á Hótel Sögu þar sem voru bara fagmenn. Af því að við vitum að fagmenn eru dýrari í rekstri heldur en kannski einhver ófaglærður. Nú er ég alls ekki að tala illa um ófaglært fólk, sko. En hérna, maður hefði haldið að ætti að vera einhver verðmunur, sko. Jú. Það er náttúrulega líka dálítið landlægt hjá okkur, bara almennt í raun og veru svona veitingastaðir, svona köllum svona bistró eða svo eftir fine dining og annað slíkt. Það er rosa lítill munur á verði í Reykjavík í raun og veru á milli þessara staða, þessara flottu staða og í raun og veru kannski þessi menn kalla sig við ódýrari Þessi ódýrari staðir, þeir orðnir kannski eru frekar dýrir miðað við hina, sko. Hina staðina, Einmitt. En segðu mér hérna vínneysla. Núna hérna þekkjum við nú frá, þegar við vorum að læra á yngri að þá var bara vín á föstum og laugardögum og kokkar fullir á mánudögum og þjónar á þriðjudögum. Allir vissu það á landinu. Nú hefur það breyst. Já, gríðarlega mikið. Raun og eftir að bjórinn kom og annað slíkt og svo náttúrulega allir þessi veitingastæði og innflutningur áfengi og bara þetta hefur allt breyst og bara vínneyslan almennt. Fólk er ekkert feimið að fá sér vína á mánuði. Líka náttúrulega bara með túrismanum. Eftir því sem kemur meira fólk til landsins og svona jafnara og meira að gera alla daga, svona jafnara yfir vikuna á stöðunum. En þjónninn hlýtur að hafa sinn þátt í þessu vegna þess að nú hefur þjónninn lært mikið meira vín núna heldur en kannski áður fyrir, auðvitað vissum menn mikið vín en það er mikið meira úrval af víni og mikið meiri þekking uppruna víns og annað og það hlýtur að smita sig út til gestsins. Þið eru alltaf að fræða gestina og En svo má ekki glemma því gesturinn er mjög vitur líka, sko. Gesturinn, nákvæmlega. Er ekki oft sagt að Íslendingar eru ansi harðir gestir? Jú, mjög kröfuharðir. Kröfuharðir. Já, mjög svo.
sem bara mjög gott. Sem gott, já. Já, mjög gott, ég meina. Heldur ykkur uppi á... Já, heldur allar á tánum, það bara nauðsynlegt í rauninni dálítið. Það mjög gott. En segðu mér sko, hvenær drekka kokkarnir þá? Og þjónarnir? Nú, megum ekki drekka mántur lengur eða þriðdaginn? Við drekkum það bara alla daga. En það hefur orðið mikil breyting á þessu. Já, ég meina, þetta orðið mennir að fá sér orðið meira svona vinglar. Áður var þetta náttúrulega, menn voru að drekka miklu sterkari drykki, menn voru bara að hafa gin og tónín flæðandi eða vodki kók og allt, rommi kók. En nú þetta svona menn... Það ekkert lengur. Nei, þetta allt svona neyslumynstur hefur bara breyst alveg gríðarlega mikið. Menn eru meira svona að drekka til að njóta. Ekki til að gleyma. Sem náttúrulega, þið finnir fyrir því að það náttúrulega hjálpar, það léttari vinnan ykkar. Þið ekki að díla bara við fólk sem drukkið, þið að díla við fólk sem bara að njóta á. Já, og bara svona fólk sem alveg tilbúið til að borga fyrir góð og flott vín og bara virkilega mikið að spá í hvað að drekka með matnum, til dæmis. Ok, góð og flott vín. Förum aðeins út í álækninguna á víni. Nú var það svona alltaf þumalputta-reglan og þú kaupir flöskuna 1000 skall og þá selur hana 3000 skall. Svo kaupir flöskuna 500 skall og selur hana 15 skall. Það ansi mikill hagnaður af því að selja dýrara vín. Hefur þetta breyst, ég meina, þess að hagnaðurinn geti alveg verið svo sami af dýruvíni eða ódýruvíni. Og ef þú hefur sama hagnað upp, þá kannski fleiri sem að fara út í að kaupa dýrari vín. Þetta í raun, sko, ég hef allavega tað með það á staðnum sem ég á að svona þeim dýrari vín í innkaupum, þá minni álægning. Þá minni álægning, já. Það orðið, ég held að það sé orðið mjög algengt. Algengt, já. Ég vona það allavega. Og það svona hjálpa þróunni svolítið. Já, það hjálpa fólki að hafa bara tækifæri að fá gæða vín, sko. Að því í raun skrefið upp frá svona hvað maður að segja, bara svona sullvíni skilurðu, með fullri virðingu fyrir þeim, og upp að svona svona sæmilega góðum standard, það ekkert allt of mikið, sko. Og svo þetta líka, veitingastæðir farnir að bjóða upp á, sko, 3-4 tegundar af hvítvíni og rauðvíni sem hefur verið kallað húsvín í glösvín og annað slíkt, sko. Þannig að, sko, það orðið, sko, valjúið orðið meira og þeir eru farnir að velja raun og veru, þá ertu farnir að ég er með kannski 4 tegundar af hvítvíni og það kannski í innkaupum, sko, frá 1500 upp í 3000. Þannig að, og það ekkert alltaf ódýrasta vínið á þar að vera húsvínið. Það er verið að hugsa að gæðin séu bara nummer 1. Þarna spilar svolítið tæknin líka. Við keyptum daginn svona vakúmpumpu. Agalega sniðugt. Þá getur við viðhaldið flöskunni miklu lengur. Já, maður sá nú þessa vélar sem þú getur bara sett vínflöskun inn og það helst mikið lengur, sko, gæðin á vínu, sko. Þetta náttúrulega bara snilt, sko. Góð þróun, sko. Kostar svolítið mikið. Já, það kostar. En það kannski borgar sig ef að fjöldin Ég gerir það, sko. Nú fyrir við ætlum að taka smá hlé, en áður en við gerum það, Andri, þá ætla ég að athuga hvort það einhverja góða sögu úr veitingageiranum. Já. Eitthvað sem þú manst eftir. Sko, ég man eftir einni góðri sem var hann var alltaf verið að svona stríða nemunum þegar þeir byrja. Og það var sem sagt á ónefndu hóteli hér í bæ. Og það var nýjasti neminn látinn gefa lyftumanninum. Lyftumanninum, já. Já. Það var hann látinn fara upp sem sagt í svona alltaf lokuð hurð og þar bjó lyftumaðurinn og bara skilið eftir. Það var mjög svona sjæ, svona feiminn típa. Og svo var þetta planað, sko, það var sá sem að lokaði barnum, hann fór og hreinsaði diskinn og lét líta út fyrir að lyftumaðurinn hafi fengið sér að borða. Og svo gekk þetta bara í fleiri mánuði, sko. Hvað er þetta að segja? Tommy, áttu eina stutta í lokin? Við þurfum að taka barþjónu setna. Við töluðum alltaf mikið framleiðslumanninn. Þannig að auðvitað verið að fá okkur aftur til að ræða barþjónin almennt, sko. Það klart. Já, það engin spurning. En eina stuttasögu í lokin? Eina stuttasögu í lokin, já. Það raun og veru svona ein gömul og góð sem í raun og veru einhverja svona 3 aðila sem komu alltaf saman veitingastæðinn og út að borða. Listamenn miklir. Og borguðu alltaf í restina. En síðan einn daginn þá ákváðu þeir að sögðu við þjóninn, nú ætlum við að byrja við menda. Byrjuðu að kaffa koníaki og svo fóru þeir desert og aðrétt og forrétt og svo tóku þeir fordrykkinn og svo ætlaði þjónninn að koma með reikninginn, þá sagði þeir, nei, herra mín, sko, við byrjuðum við menda, við ætlum að borga fyrst. Góður. Tómas og Andri, takk fyrir komuna. Kæru gestir, sjáumst á vikuliðinni.